síðan ég ýtti á publish á fyrsta þættinum af með lífið í lúkunum og hugsaði með mér, jæja, sjáum hvað gerist. Og það sem gerðist var eiginlega bara miklu meira en ég hefði nokkuð tíman getað ímyndað mér. Nú eru þættirnir orðnir 171 talsins. Hlustanir komnar yfir 400.000 og þetta litla gæluverkefni er orðið að einhverjum stórum og ótrúlega skemmtilegum hluta af lífinu mínu. Og núna er komið á 4. seríu. Ég hef fengið að hitta svo ótrúlega marga áhugaverða einstaklinga, hlusta á sögur, læra nýja hluti og vonandi gefa ykkur eitthvað sem nýtist ykkur í ykkar eigin lífi. Því að það er einmitt það sem þetta podcast snýr að það er að hjálpa okkur að skilja okkur sjálf aðeins betur, hugsa betur heilsun okkar og vonandi gera lífið örlítið betra. Og áður en við höldum af stað inn í 4. seríuna þá langar mér að segja takk. Takk til ykkar sem hlustið, deilið þáttunum, sendið mér skilaboð og mætið hingað aftur og aftur. Og sérstakar þakkir til samstarfsaðila minna sem hafa trúað á þetta verkefni frá upphafi eða hafi komið hingað inn og ákveðið að vera með hérna á hliðarlínunni til lengri tíma. Þið hafi hjálpað mér að halda þessu verkefni lifandi og gert mér kleift að halda áfram að skapa, fræða, spyrja spurninga, taka upp samtöl sem mér finnst svo ótrúlega mikilvægt að eiga. Og þetta eru Spíran, þar sem þið getið fengið heilsusalat, heilsuerlu á matselinum, dásamlegur veitingastæður í Garðheimum. Síðan er það heilsuheillan og heilsuvara mánaðarins er Nutrileng og Nutrileng er eitthvað sem að ég er búin að vera að taka sjálf í meir en ár og þetta er eitthvað töfraefni og það er bara allir í kringum við farnir að taka Nutrileng og finna svo sannarlega mun. Þannig að þið viti ekki hvað Nutrileng er, það skulle kíkja á velvera.is og fletta upp Nutrileng. Síðan er það Virkja. Virkja gaf mér svona ný gleraugu. Ég sé lífið einhvern veginn á nýjan hátt. Ég meira meðvitundinni minni eins og þau segja meðvituð sjálfa mig og umhverfið og það er bara svo fallegt að takast á við lífið með öllum sínum breyskleika þegar maður er með rétt svona tækjutól. Og svo er það að lokum þín fegurð snyrtistofa sem að hjálpar mér svolítið að bústa sjálfstraustið mitt og vera gella eins og Arnar Gella myndi segja. En nú er það bara 4. serían og ég er alveg jafn spennt og þegar ég byrjaði. Þannig ég ætla bara að segja aftur, takk fyrir að vera hér, takk fyrir að hlusta og verið velkomin í 4. seríuna af með lífið við í lúkunum hlaðvarp. Og nú skulum við bara sjá hvað gerist næstu 3 árin, eða jafnvel 4 eða 5, hver veit. En í þætti dagsins þá ræði ég við hana Láru Hafliðadóttur konur í íþróttum, áhrif næringar, svefn, streitu, kvenheilsu, álags og endurheimtar á frammistöðu í íþróttum og líka á almenna heilsu, bæði andlega og líkamlega. Og við ræðum alls konar mýtur varðandi þjálfun og hreyfingu. Er munur á konum og körlum? Þurfum við að æfa á mismunandi hátt eftir því hvar við erum staddar í tíðarhringnum? Hvernig æfingar henta á breytingaskeiði og margt fleira. Ég mæli með að kíkja á vef verkefnisins hennar, fræðsluverkefni sem hún er með í gangi á ru.is/konur og þar finnið þið ótal fræðslumyndbönd öll þessi málefni konur í íþróttum. Þannig ég ætla bara að gefa Láru orðið, gjörið svo vel. Gestur minn í dag er Lára Hafliðadóttir sem er kona margra hatta eins og margir íþróttafræðingar. En ástæðan fyrir því að hún er hér í dag er að hún og fleiri eru búin að gera svona fræðslu þáttaröð og fyrir íþróttakonur með markmið að auka fræðslu og þekkingu með það að leiðarljósi að hámarka frammistöðu,
draga úr líkum á álagsmeiðslum eða bara meiðslum yfir höfuð, stuðlaði bættri heilsu og velsæld íþróttakvenna á öllum aldri. Mér finnst það svo geggjað. Og ég bara hlakka svo til að heyra meira um þetta verkefni og um þig. Já. Velkomin, Lára. Takk fyrir. Hvað ef við byrjum bara á þér, þú veist, hver Lára og hvaðan kemur þú? Einmitt. Mér finnst þetta alltaf svona eiginlega erfiðasti partur. Ég veit það. Já, ég bara heiti Lára og ég 2 barna móðir og 3 og 5 ára krakka. Stelpa og strák og eiginmann og býr í Hafnarfirði. En ég hitti í sundleinistunum? Já, nákvæmlega. En ég er ekki þaðan, en ég efast ég fari ekkert tímann þaðan. Ok. En ég semst víkingur í húð og hár og ólst upp í svona víkingskverfinu og spilaði fótbolta bara nánast allt mitt líf, eða svona þar til ég hætti fyrir sirka 10 árum eða eitthvað svoleiðis. Semst fótbolti bara, hefur svona einkennt mig og mitt. Þannig að, eftir að hætta að spila, þá fór ég mikið í það að þjálfa og líka svona þegar ég var á síðustu árunum í fótboltanum byrjaði að þjálfa. Þannig að það hefur svolítið verið mitt og ég hef sérhæft mig á því sviði, svona líkamlegri þjálfun knattspyrnufólks, en ég hef líka verið að þjálfa bara alls konar. Verið með hlaupaþjálfun og mikið með styrktarþjálfun og þú veist, bara allur skalinn, karlar, konur og stelpur, stráka og allt það. En í dag starfa ég hjá KSÍ, Knattspyrnusambandi Íslands, og þar á vísindasviði, svona yfir fitnessinu þar, sem alveg geggjað, fæ að fræða íþróttafólki okkar og með líka kennslu á þjálfaranámskeiðum og búið til guidelines og bara svona alls konar. Hvað þýðir þá fitness? Er það bara Já, fitness af því að svo oft tala bara um styrktarþjálfara í fótbolta, en mér finnst það það næri ekki yfir allt. Þannig að ég myndi svona segja, fitness bæði bara, þú veist, þol og styrktarþjálfun og allt sem tengist bara fótboltamanninum eða konunni, sko. Og auðvitað mikið komið inn í það svona sport science, sko. Ég myndi segja að ég væri svona sport scientist líka, þú veist. Öll álagsstýring, GPS, ég vinn mikið með það til dæmis. Þannig að ég þar og líka eins í þjálfarateyminu hjá Víkingi, kvennaliðinu fótbolta. Og svo ég í doktorsnámi að skoða fótbolta konur landsliðskonur okkur í fótbolta. Þannig að það henta mjög vel með því sem ég geri á KSÍ, sem bara geggjað og mér finnst ég mjög heppin að vera í þessari stöðu. Og ég reyndar alltaf mikið eftir í þessu námi, en það kemur vonandi einn daginn. Hvernig virkar svona doktorsnám? Já. Er það engin ákveðin tímarammi eða bara? Sko, að því ég í svona hluta, þú veist, ég ekki fullið doktorsnámi, þannig að þá get ég verið að gera annað með og þá hef ég lengri tíma. Þannig að ég alveg slatta eftir, en það kemur svona, ef ég fæ kannski einhverja styrki eða eitthvað svoleiðis, þá get ég kannski minkað annar staðar og þarf svo sem að fara að gera það. En og þá getur maður verið fljótari í gegnum, en það snýst líka allt bara um það hvernig maður næra að safna gögnum og vinna á þeim, en þetta alveg svona tekur allt sinn tíma, sko. Þannig að, og svo kannski ég bæta líka aðeins að kenna í íþróttagrunnskóla sem heitir Nú, sem krakkar í 8. til 10. bekk og þar ég að kenna bara íþróttavísindi. Þannig að mér finnst það alveg geðveikt, sko, því að þetta eru bara íþróttakrakkar og ég fæ að kenna þeim bara svolítið svona það sem ég hefði viljað læra þegar ég var á þeirra aldri. Þú veist, og bara, eins og styrktarþjálfun, bara að kenna þeim að setja upp auðvitað mjög basic, en þú veist, styrktarplan og álagsstýring og tíðarhringinn og næring og svefn og bara svona allt þetta sem svona, þarft fyrir krakka þessum aldrei að vita. Þannig að þetta svona í grófum dráttum. Og alltaf verið íþróttastelpa? Já, bara fótbolti, bara spila fótbolta allt mitt líf. Þar til hætti. En og náttúrulega eftir ég hætti þá fór ég mjög mikið að hlaupa og stundum mikla styrktarþjálfun, þannig að bara hreyfingu og íþróttir hefa alltaf bara svona einkennt mig, sko. Hver var ástæðan fyrir að þú hættir? Ég reyndi að hætta örugglega svona 2 áður en mér loksins tókst það, sko. Þú veist, ég held bara einhvern veginn að það var bara komið gott, þú veist, maður þú veist, maður metnaðarfullur og maður svona, ég veit ekki, ég vill gera þetta almennilega, en þegar maður einhvern veginn fer líka að sjá kannski, þú veist, tími manns fer bara í þetta, þá þarf maður líka að fara kannski að velja að hafna og það var bara svona komin tími að ég gef ykkur öðru kannski meiri athygli í lífinu, sko. Þú veist, og líka ég einhvern veginn
var oft kannski, þú veist, talin mjög efnileg en ég varð aldrei jafn góð og margir kannski í kringum mig töldu mig verða. Þannig að svona, já, ég held að það hafi líka verið bara svona, einhvern veginn, já, var ekkert jafn góð og mér langaði kannski að vera á þeim tímapunkti, skilurðu, þannig að maður hefði örugglega haldið áfram hefði maður farið eitthvað út í atvinnumennsku eða eitthvað meira með landsliðin eitthvað svoleiðis, sko. Upplifðir þú eitthvað svona, að því að oft sjálfsímyndin mann svo mikið, þú veist, ég íþróttakona. Upplifðir ykkur að þú veist, þegar þú hættir, var það? Mér fannst það mjög erfitt. Mér fannst til dæmis bara mjög erfitt að mæta niður í Vík eða mæta á fótboltavöllinn og fylgjast með, þú veist, einhverjum spila þegar ég hefði mögulega getað verið þar og líka finna bara einhvern veginn eitthvað annað til þess að keppast að og vera einhvern veginn að í dámann, skilurðu. Þannig að já, mér fannst það erfitt og ég var ekki eins og einhverju svaka háu leveli þannig ég held að þetta sé svo ógeðslega mikilvægt fyrir, þú veist, íþróttafólk, afreksíþróttafólk að, þú veist, huga að þessu og hafa eitthvað svona í bakhöndinni þegar ákvað hætta, sko. Hver er ég ef ég er ekki íþróttakona? Já, nákvæmlega, algjörlega, sko, þetta alveg, já, mér fannst það alveg erfitt, sko, ég held að þessi líka ástæðan fyrir því ég hætti tvisvar og byrjaði aftur, sko. Já, En ef við förum með þessu verkefni, þessu spennandi verkefni, viltu segja okkur frá því bæði fyrst í stórum dráttum og svo getum við kannski, þú veist, farið yfir að lið fyrir lið? Einmitt, sko, þetta var í byrjun þá átti þetta, eða þú veist, já, pælingin var ekki að þetta yrði svona stórt í upphafi. Mig langaði bara sem starfsmaður KSÍ að búa til fræðslu sem yrði opinber fyrir þá knattspyrnukonur og þú veist, verandi dóttirsnemi í HR og verið með góð tengsl þar og svona, að þá voru þau til í að koma eitthvað inn í það með mér og svona, eða okkur hjá KSÍ. Svo verður þessi viðburðir sem HR og ISÍ halda svona bara konur í íþróttum og þar er ég með fyrirlestur og fleiri bara mismunandi þætti og þá vaknaði, þú veist, ég man sko Hafrún Kristjáns, hún fékk alveg svona eftir þessa ráðstefnu eða hvað við kallum það, bara svona spurningar og svona komið til hennar bara vá ég vissi ekki þetta, þú veist það þurfa fleiri að vita þetta og allt svona sko. Þannig að þá var hún ok, þú veist við verðum að gera eitthvað meira úr þessu og sóttum styrk hjá HR og fékk styrkinn og þá gátum við gert þetta einhvern veginn miklu stærra og þannig bara vatt þetta svolítið upp á sig og þú veist bara auðvitað ótrúlega mikið af flottu fólki sem kom að þessu. ISÍ og UMFI voru auðvitað líka í þessu með okkur, með HR og KSÍ og bara hvað voru 11-12 sérfræðingar sem komu að, þú veist, fræðslunni og tóku upp svona sitt á sínu sérsviði og já, þetta bara varð einhvern veginn bara svolítið stórt, sko. Og fræðsluna er hægt að finna inn á ru.is/konur. Já, nákvæmlega. Og þetta eru alveg bara fullt af myndböndum. Já, þetta eru myndbönd og þetta er alveg 40 eitthvað myndbönd og þetta er annars vegar, sko, við vildum hafa þetta annars vegar miðað að yngri íþróttakonum, þannig að, þú veist, íþróttafélögin eða klúbbanir eða foreldrarnir sjálfur gætu horft á eða sýnt sínum stelpum. Og svo er þá svona kannski ítarlegri og aðeins svona öðruvísi myndbönd lengri oft fyrir þá þjálfara og kannski eldri íþróttakonur líka og bara, þú veist, og ég, þú veist, alltaf sagt, þú veist, þetta er ekki bara fyrir þessa aðila sem ég nefni, heldur líka bara alla sem koma að íþróttum kvenna. Klálega foreldrana og ég myndi hvetja foreldra til þess að horfa á myndböndin með stelpunum sínum. En líka bara stjórnendur og aðra, þú veist, það er svo mikilvægt að allir sem koma að þessu þekki inn á þessa þætti, sko. Ef við að fara aðeins yfir þessa þætti, þú veist, af hverju er munur á konum og körlum? Já, nákvæmlega, sko, mér finnst þetta mjög, hvað er maður, erfitt topic finnst mér stundum, sko, af því að þó að ég sé, þú veist, að séra mig á þessu sviði, mjög mikinn áhuga á þessu, er í doktorsnámi þarna, að þá finnst mér að mörgu leyti konur og kallar vera bara mjög svipaðir. Og til dæmis þegar ég seti upp styrktaplan, ég hugsa ekki fyrst hvort að ég sé með konu eða kall í höndunum. Þú veist, það er fullt af öðrum þáttum sem ég koma fyrr þegar ég er að setja upp einstaklingsmiðað plan. Og í grunninn þá finnst mér einstaklingsmiðun alltaf
langmikilvægust. Að við þurfum að hafa það í huga að það klárlega bara margþættur munur á milli kynjanna, en það líka mikill breytileiki innan kvenna alveg eins og innan karla. Þannig að mér stundum eins og samfélagsmiðlum og svona, stundum konur bara settar einhvern veginn einn kassa og þær eru svona og þessu ná að gera þetta. Mér finnst það ekki alveg, mér finnst það stundum svona svolítið afvegaleiðandi. En þannig að þú veist, fyrir mér þá þetta meira að það ákveðin sérkenni sem eiga einungis eða með öðrum hætti við konur en karla, og það eitthvað sem við erum að tala meira og mikilvægt að bæði konar sjálfar en líka þeir sem eru að vinna í kringum þær og lifa með þeim skilja og þekki. Þannig að það svolítið svona mikilvægt að það komi frá mér. Og sko það lífeðlisfræðilegur munur, líkamlegur, hormónatengdur og svo sálfræðilegur munur. Mér finnst það svo áhugavert. Algjörlega, og mér finnst það kannski einna helst að því við getum talað hormónamun og tíðarhringinn og svona, og það rosa skipta skoðanir með það og ég alveg til að segja mínu skoðanir með það eftir. En svona, þannig sálfræðin, ég held að það sé alveg klárlega, þú veist, auðvitað munur innan kvenna hvað það varðar, en svona þjálfarar geta örugglega oft sagt, þú veist, að þeir þurfa að fara öðruvísi að því að þjálfa konur en kalla af því að þetta, sko. Þannig að, já, það alveg mjög áhugavert líka, en kannski ekki eitthvað sem ég hef svona skoðað sjálf eitthvað í dítilega, sko. En hvað eigum að byrja? Það náttúrulega, þessi myndbönd í alls konar flokkum. Ef við förum bara yfir kannski hormóna og kvenheilsu, því þú hefur talað mikið tíðarhringinn og grindabotnið það ekki, og svo brjósthelsa og greiningarskeið. Þetta náttúrulega byrja kannski á kynþroskaskeiðinu þegar verður þessi munur á, ef við sjáum mun á milli stúlkna og drengja, og þú veist, við vitum það að stelpur fara sirka að meðaltali 2 árum fyrr á kynþroskaskeiðið heldur en strákar, og það verða svo miklar breytingar á þessum tíma, og þess vegna er svo mikilvægt líka að við tölum það, og bæði stelpur skilji af hverju þessi hlutir að gerast og að það sé eðlilegt að líkamar þeirra sé að breytast. Þannig að þú veist, á þeim tíma þá náttúrulega verður aukning í þessum kvenhormónum, sérstaklega estrogeni og prógesteroni hjá stelpum og hjá strákum meiri aukning í testosteroni. Þannig að frá með þeim tíma þá verða strákar oft að meðaltali svona stærri og sterkari og ná svona yfir höndinni hvað varðar líkamlega getu sem dæmi. Bæta á sig meiri vöðvamassa og styrk, á meðan stelpur til dæmis bæta á sig að meðaltali meiri fitumassa. Sem bara á náttúrunnar hendi. Sem bara eðlilegt og í raun og veru nauðsynlegt þannig að því að ástæðan fyrir öllum þessum breytingum, að við förum á tíðarhringinn og mjaðmirnar breikka og fáum brjóst og bætum okkur fitu, að því að líkaminn vill fjölga mannkyninu. Þú veist, þetta bara gerst að því að stúlkan að breytast í konu sem geti eignast börn í framtíðinni, og mikilvægt fyrir stelpur að skilja þetta, því að þegar líkaminn þær fyrir að breytast og þá eðlilega finnst sumum það kannski eitthvað óþægilegt og kannski skilja ekki og allt í einu buxurnar orðnar þröngar eða eitthvað svoleiðis að þær viti að þetta sé eðlilegt svo að þær fari líka kannski ekki að, þú veist, reyna að sporna gegn þessari breytingu sem stundum við sjáum til dæmis í íþróttum að þær kannski fara allt í einu að fara í megrun og þú veist, reyna að gera eitthvað, hreyfa sig eitthvað meira til þess að léttast eða eitthvað slíkt. Ítir undir átröskun. Já, gæti gert það sem er mjög viðkvæmt topic, sko. Þannig að, en svo það líka, þú veist, að þessum aldrei af því að þessi aukningi fitumassa verður að öfugt við strákana þar sem þeir sjá oft bara bætingu í þessari líkamlega getu að þá hjá sumum stúlkum þar gæta þær fundið fyrir því að það verði dropp eða stöðnun í líkamlega getu og að sjálfsög við þurfum klárlega frekari rannsóknir á þessu sviði en það eru rannsóknir sem benda til þess að það verði til dæmis svona dropp eða stöðnun í til dæmis þoli og svona relatífum styrk eins og sprengikrafti og svona. Þetta er í upphafi bara? Já, þetta er svona kannski 14-15 það gæti verið fyrir eða seinna en þú veist þegar bara þessi þyngdaraukningu verður sem yfirfærist ekki jafn vel á íþróttina þá getur það haft þessi áhrif og svona þetta meikar auðvitað senn sem að pælir í því, sko. En aftur það er líka mikilvægt að þjálfarar skilja mögulega ef þeir sjá þetta er bara partur af því að líkamar stúlknanna er að breytast. Og svo mikilvægt hvernig við tölum í kringum þetta, þú veist að stelpurnar séu
æfa því að þær eru að verða sterkari og kraftmeiri og áhersla á líkamlega getuna frekar en eitthvað útlit eða eitthvað svoleiðis, sko. Að þetta er svo ótrúlega viðkvæmur tími, sko. Og það sem þetta getur líka gert er að þetta getur verið ástæðan fyrir því að við sjáum svona aukningu í meiðslum og kannski meiri meiðsli hvað varðar eins og krossbandaslit svona krossbandaslit verða fyrr hjá konum en stelpum en strákum og svona þannig að milli 14 til 19 ára er oft aukning í meiðslum eins og slíkum meiðslum hjá stelpum og mögulega er það af því að það verða þessar breytingar á líkamanum og hann er bara einhvern veginn ekki með nægilega sterkan grunn til þess að takast á við auki álag því verður auðvitað aukning í álagi eftir þess að það er eldast, þú veist, meiri erfiðar æfingar, meira æfinga álag að mörgu leyti. En svo er það líka sem stundum er verið að benda á og mér svo ógeðslega mikilvæga punktur í þessu skyni er að mögulega eru líka stelpur, ég ætla kannski ekki að segja henni heima, ég veit það ekki alveg, en stelpur bara ekki fá jafn góða þjálfun hvað var það líkamlega þáttinn frá unga aldri. Og mögulega þurfum við, og það er það sem ég myndi mæla með, er að stelpur myndi byrja styrktarþjálfun 2 árum fyrr heldur en strákar. Af því þær eru með þær þroskast fyrr og þær þurfa mögulega ennþá meira á því að halda en strákanir bara upp á það að byggja upp þennan sterka góða grunn fyrir framhaldið. Styrktarþjálfun með mótstöðu eða bara einn líkamsþyngd eða bæði? Já, sko inn í gymmi, eins og í fótboltanum, þá er oft talað um einhverjum ákveðnum flokki, er oft svona markviss styrktarþjálfun þar sem flokkanir fara kannski tvisvar, byrjan kannski einu sinni og svo tvisvar inn í sal. Þetta mætti gerast að mínum að þið 2 árum fyrr en sérst flokki undan hjá stelpum. En það sem ég finnst líka að mætti gera eins og í fótboltanum, það mætti vera miklu meira áhersla á bara þennan líkamlega grunn frá bara yngstu hópunum. Bara þú ert í 8. flokk, þú ert 4-5 ára og þú veist við megum alveg fókusa aðeins meira á það að bara leyfa krökkunum að gera dýrahreyfingar og hoppa og allt þetta. Bara byggja upp þennan góða grunn því við vitum því miður að, og það sé frá rannsóknum erlendis, að líkamlegur grunnur og geta barna er að hraka og bara, þú veist, að þau eru bara minna út að leika sér allt þetta. Já, meiri kyrrseta. Já, þannig að þú veist, margt sem fótboltinn til dæmis gæti tekið frá fimleikunum frá svona yngstu hópunum sem myndi klárlega gagnast, en þess vegna viljum við þetta krakkar sé að stunda fjölþætta hreyfingu og margar íþróttir þegar þau eru yngri, sko. Já. Þannig að það kynþroskaskeiðið er mjög flókið og náttúrulega byrjar á blæðingum og allt þetta. Þannig að þú veist, ég myndi, hvetja fólk til þess að ræða þessa hluti og bara íþróttafélögin til þess að hafa fræðslu þetta. Líka bara til þess að reyna að sporna gegn svona þessu mikla brottfalli sem verður oft á þessum tíma, sko. Sérstaklega hjá stelpum, það er hægt oft fyrr. Það er því meira hjá stelpunum og margþættar ástæður fyrir því. Þú veist, auðvitað verða líka bara þessar tilfinningarlegu og félagslegu breytingar á þessum tíma og sumt að þetta er erfitt bara svona að þú veist, að sporna gegn því að það hafi áhrif á íþróttina þannig sé, skilur, en það verður bara svo mikið af breytingum þannig að við getum stutt betur við þessar ungu íþróttakonur og þá myndum við örugglega geta haldið þeim lengur í íþróttinni, sko. En svo hef ég heyrti líka tala æfingar tengdar tíðarhringnum, en að það séu líka svolítið, bara svolítið mýtur í gangi hvernig að æfa á hvaða stað sem þú ert. Já, sko varðandi tíðarhringinn að þá, þú veist, ég þarf nú kannski ekki að fara í gegnum hvernig hann virkar, en sko skólabókardæmi sem við sjáum oft, það sem eru þessar sveiflur í estrógeni og prógesteroni, svona fyrst og fremst. Þetta skólabókardæmi er sjaldnast þannig hjá konum. Þú veist, tíðarhringurinn er rosalega mismunandi eftir konum og þú veist, fyrsta lagi þá eru ekki allir með bara eðlilegan tíðarhring og svo geta konur farið á blæðingar en verið til dæmis ekki með eggloss eða seinni fasi tíðarhringsins er þar sem prógesterón er í ykkur rugli lágt en samt fara reglulega blæðingar inn á það sama sem við teljum eðlilegan. Þannig að það er líka, þú veist, og þú kannski veist þá ekkert að því að tíðarhringurinn eða hormónin séu til að mynda lág. En svo eru konur með lengri eða styttri tíðarhringi og svo eru konur líka á getnaðarvörnum og mjög mismunandi hormónu getnaðarvörnum ekki. Þannig að það er bara svona einn póllinn sem stundum gleymist í umræðinni, hvað er mikill breytileiki á milli kvenna. En ef við skoðum bara rannsóknir hvað varðar til dæmis frammistöðu,
að þá bara rosalega mikið misræmi í niðurstöðum. Maður verður alveg galinn ef maður ætlar að fara að skoða, þú veist, ok, þessi rannsókn sýnir betri frammistöðu þarna og svo skoðar næstu, þá það í einhverjum öðrum fasa. Og svo eru gæði rannsókna því miður oft á tíðum alveg mjög lítil og það það sem við verðum að hafa í huga. Þannig að þú veist, það bara alveg mjög lág prósenta sem raunverulega skoðar hvernig hormónin að flökta og þá nákvæmlega þar og þá gerist þetta. Það bara mjög flókið að rannsaka tíðahringinn. Stansleysi og blóðprufur og Þannig að oft þetta byggt á einhverjum svona getgátum hvar viðkomandi var í tíðahringnum sem dæmi og það bara út af því hvað tíðahringurinn mismunandi milli kvenna, það það bara mjög svona óáreiðanlegt, sko. Þannig að, sko, það ég myndi segja mjög misræmi á milli rannsókna, en svo alveg góðar rannsóknir sem hafa verið gerðar sem sýna líka oftar en ekki að það sé ekki munur á milli. Þannig að, munur á frammistöðu eftir hverju þetta tíðahringur. Eða frammistöðu, aðlögun af þjálfun, þannig að, þú veist, ég held í fyrsta lagi þurfum við miklu frekar rannsóknir til þess að geta sagt eitthvað til þetta þannig, en þú veist, ég held að verði samt alltaf þannig að bara hver og ein kona þurfi svolítið að hlusta á sig, af því að þó ég segi að tíðahringurinn sjálfur hafi ekki áhrif, þá hefur hann óbein áhrif. Ef einhver upplifa, ef einhver með bara mikla verki eða mikla blæðingar, sjálfsög getur það haft áhrif. Og það allt annað heldur en að setja upp plan fyrirfram, skilurðu. Það að hlusta á líkamann út frá hvernig líður að sjálfsög eitthvað sem allir ætti að gera. Og það á alveg eins við tíðahringinn eins og bara stress og streyti eða svefn eða næringu eða hvað það Þannig að svona það sem kallum autoregulation allt annað heldur en cycle syncing. Þannig að en svo það líka bara það, þó við myndum fá bara geðveikt góðar rannsóknir sem myndi sýna það að það kannski betri frammistöðu hér versus hér eða betra æfa svona hérna eða svona hérna, þá veit ég samt ekki hvort það myndi gagnast okkur in the long run, af því að það sem snýst, þannig þjálfun snýst fyrst og fremst það að vera með progressive overload eða stigvaxandi álag og gera, ég meina að segja einfaldan hluti, reglulega. Þú veist, þannig að ef þú ætlar að, eins og maður sér oft ráðleggingarnar, þú bara stundar styrta þjálfun þarna en ekki þarna, þú þarfst að taka út svo mikið magn, skilurðu. Þannig að það annar punktur og svo finnst mér líka bara punkturinn hvað það flækir hluti oft fyrir konum af því að bara alltaf mikið af konum sem ekki að stunda þjálfun heilt yfir. Þannig að mér finnst það líka flækir hlutin á mikið þegar þetta þarf ekki að vera svona flókið. Þannig að ég myndi segja bara hafa bara eitthvað plan sem einfalt, sem skemmtilegt og hlusta á líkamann. Og ef það eitthvað, þú veist, ef það alltaf eitthvað böggað þig, bara með mikla blæðingar og miklu verki, þá það ekki eðlilegt og það þarf að leita sér aðstoðar. Þannig að það sé svona. Þannig að það þarf ekkert að spá í að gera einhverja aðra tegund af þjálfun. Ég myndi ekki mæla með því á þessum tímapunkti, bara alls ekki, sko. Nei, ég bara stend fast á því, sko. Það gaman samt þegar maður, þú veist, það einhverja mýtur búin að vera í gangi og einhver kemur og segir bara, þú veist, eitthvað öfugt, mér finnst það skemmtilegt. Já, algjörlega, sko. En já, ég alveg fast á þessu, sko. Já, ekki. En þú talaði líka þú veist, að svefnin hafi mikil áhrif á æfingar og andleg heilsa, þú veist, kvíðusvefn. Það eru myndbönd það líka. Algjörlega, við erum með alveg geggjaðar konur sem tóku það fyrir, þannig að þú veist, þetta náttúrulega bara, svefnin náttúrulega bara grunnstoð heilsu og þú veist, ef hann ykkur ruglið þá bara, þú veist. Maður finnir það fljótt. Já, algjörlega, þannig að þú veist, og líka bara mikilvægt, þú veist, fyrir ungar íþróttakonur að það sé strax stimplað inn í þar að setja áherslu á það og líka hvað getur haft neikvæð áhrif á svefnin eins og koffín. Ég alveg með ofnæmi fyrir þessari koffínáherslu og koffíndrykkjum. Þannig að ég held að það sé bara svona líka risastór punktur, sko. Og auðvitað, já, fyrir þetta líka kvíða, þú veist, já, í íþróttum og sem Hafrún tekur fyrir sem bara geggjað og mikilvægt líka að tækla það og þú veist, þetta snýst líka bara svo mikið það að opna á umræðuna, þú veist, kannski veit ykkur eitthvað en leið og að þetta orðið bara svona almennara, fleira að tala þetta, að það verður auðveldara fyrir fólk líka bara að leita sér aðstoðar ef þau þurfa þess, sko, og tala hlutina, sko. Ég ætla að bakka aðeins að því ég myndi allt í einu eftir, þú varst að tala styrktarþjálfun. Já. Og mér finnst svo ótrúlega mikilvægt að, sko, að
tala beinheilsu. Algjörlega. Það ekkert langt síðan með viðtal við lækni það. Og það nefnilega þessi aldur, þessar ungu íþróttakonur, að ef það næri sig ekki nú vel eða, þú veist, æfa of mikið eða eitthvað, þetta getur haft svo neikvæð áhrif á beinheilsuna til framtíðar. Ég held að það gleymi því svo margir, sko. Algjörlega, og þetta einmitt tekið fyrir, það fyrirlestrar beinheilsu og við tekum það líka fyrir tengt tíðahringnum, að það einmitt, tíðahringurinn kemur þarna inn af því að ef þú ert að þú veist, hann orðinn óreglulegur eða þú hættir á blæðingum, þá ertu náttúrulega ekki að framleiða þetta mikla magna estrógenu sem þú þarft fyrir beinin þín. Fyrir utan það hvað næringin sjálf líka mikilvæg. Auðvitað getur hægt á blæðingum, það eitthvað annað heldur en það þú ert ekki að borða nóg, en ef við gefum okkur það oft ástæðan, að já, klárlega, og þú veist, bæði þetta varandi næringuna en einmitt styrkta þjálfun, að við tölum hana upp og tölum það hvað það jákvætt að vera sterkur og allt þetta, af því að það akkurat þessi tími þar sem þú ert að leggja inn í bara heilsubanka til framtíðar. Það svo mikil tengsl á milli þess að vera með sterkbein á unglingsárunum og svo þegar þú ert orðin eldri. Þegar við vitum auðvitað að þú veist, við tíðakvörfa þá droppar, eða breytingaskeið og svo tíðakvörfa þá droppar estrógeni og það getur haft þessi slæm áhrif á beinin okkar. Þannig að við verðum að hugsa hvað getum við gert þess að leggja inn í bankan okkar, sko. Þannig að bara áhersla á hraustan og sterkan líkama og gera styrktaþjálfun bara heillandi í huga ungra stúlkna held ég sé alveg ótrúlega mikilvægt, sko. Því mér fannst síðustu ár, það var einhvern veginn svona strong as the new skinny, það var svo mikið, en því miður, ef þau eru tekið eftir. Já, þetta skinny tokka eða eitthvað eitthvað svoleiðis, já, ég ekki einu svona á TikTok, sko. Nei, ekki heldur, en það allir að tala þetta. Það bara orðið í tísku aftur að vera grannur. Þetta hræðilegt, og þetta svo sorglegt fyrir því þau bara óttast ekki á hvað áhrif þetta að hafa á framtíðarheilsunar. Nei, algjörlega, þetta bara hræðileg þróun og ég bara svona eiginlega trúi þess ekki, sko. En þá held ég, þú veist, og við getum auðvitað hafa samfélagsmiðlar slæm áhrif á margu liti og svo góð áhrif á einhverju öðru liti, sko. En ég held við þurfum líka, við sjálf sem erum eldri, að taka hlutina líka til okkar. Og það sem ég nefna oft því með fyrirlestra, sko. Þú veist, hvernig eru við heima hjá okkur með kannski ungar konur eða hvort sem það dætur eða frængur, þú veist, hvernig eru við að nálgast næringu, þú veist, og matinn okkar, hvernig eru við að tala okkur, hvernig eru við að tala aðra í kringum okkur, skilurðu. Þú veist, þetta hefur svo ótrúlega mikil áhrif, þannig ég held að það sé líka annar punktur sem við getum gert sjálf til þess að hafa áhrif á þessa þróun. Þú veist, ekki vera fókus á hvernig eitthvað lítur út eða eitthvað slíkt, þú veist, og líka allir þessi boð og bönn í kringum mat og svona, þú veist, ég ekki hrifin af því, þú veist, þannig að bara svona, já, margt sem við sjálf getum gert til þess að, reyna að spárna gegn þessari neikvæðu þróun, sko. Mér langaði bara svolítið að halda þessu á lofti. Já. Bara þú veist, ég hef nefnilega oft talað þennan heilsubanka, saman þú, já. Því við erum allt sem við gerum. Algjörlega. Allt sem við gerum daglega erum við að leggja inn í bankan okkar. Algjörlega. Þú veist, og það er svo mikilvægt að eiga innistæði því að svo kemur maður aldrei sem ég og kemur á breytingaskeið og þá myrka aftur hormónin og þá rýrna beinin aftur því ég ekki með nógu mikið estrógeni og allt þetta, skilur þannig. En og svo auðvitað líka mikilvægt að tala þú veist, að það stundum finnst mér, nú ætla ég ekki að fara með umræðinu strax í breytingaskeiði, en þú veist að, þú veist, jú, hormónin að droppa þar og svona, en það samt svo margt sem líka í okkar, þú veist, valdi að, þú veist, til dæmis bara varðandi hreyfingu og svona. Þannig að, þú veist, við getum alveg gert fullt þó við sem orðnar eldri og jafnvel þó að við vorum ekki að stunda styrktaþjálfun og borðum lítið þá erum yngri, þá samt höfum við ennþá það að við getum allavega gert það núna, skilurðu. Aldrei seint að bæta sig. Aldrei seint þannig, en auðvitað þetta ótrúlega mikilvægur tími, en ég held einmitt, sko, þegar við erum að tala við ungar stelpur, þá það kannski einhvern veginn, þeim kannski svona nokkuð sama hvort að beinin þeirra séu sterk þegar þær eru orðnar 50 ára, skilurðu. Þannig að við þurfum að nálgast það bara, nálgast það annan hátt, bara að reyna að tala upp hvað það bara skiptir miklu máli til dæmis fyrir íþróttirnar að vera sterkur af því það hjálpa með frammistöðu, það hjálpa þeim að verða hraðari og kraftmeiri og þú veist og dregur líka um meiðslum, nákvæmlega og þú veist og líka þetta að vera með þessar jákvæðu fyrirmyndir, þú veist og sýna þær mikið, þú veist, þannig að já, ég held að skiptir máli hvernig við nálgumst það þó að, þú veist, benefitið sé
líka þetta varandi beinin, sko. Og þetta er alveg gott að nefna það, en ég held bara að þeim sé svona nokkuð sama kannski, Já, það er alveg rétt, sko, ég er að kenna úlingum, þau eru svolítið mikið í núinu. Já, nákvæmlega, sem er auðvitað, maður mætti kannski læra eitthvað á þeim með það, sko. Já, en ég hef alltaf svolítið mikið samt áhuga að ræða breytingaskeið, þú Ok. vilt ekki fara alveg Já, þangað. Er það eitthvað sem við getum aðeins snert á? Já, Bara hreyfingar og æfingar já, á því skeiði? Mér finnst þetta mjög erfitt topic, sko, af því að mér finnst, sko, hvernig orða þetta? Það er þetta ótrúlega svona mikið á samfélagsmiðlum núna, tala þetta. Og stundum finnst mér, sko, auðvitað kannski bara byrja að segja, þú veist, við breytingaskeiðið, perimenopause, þegar það verður þessar breytingar í hormónum, að það getur haft auðvitað mikil áhrif á konur og sérstaklega hvað varðar svona bara, þú veist, neikvæð einkenni. Bara, þú veist, eins og áhrif á svefninn og hérna svona hitakóf og svitakóf og liðverkir, andlega, algjörlega, það er svo ótrúlega margt þannig sem getur svo haft áhrif, þú veist, áfram, skilurðu. Auðvitað er erfiðara að mæta í ræktina ef maður svaf ógeðslega illa og maður er kannski eitthvað þungur andlega, bara svo skiljanlegt, og þess vegna er svo mikilvægt að vita er hægt að leita sér aðstöðar, og til dæmis hormónameðferð getur hjálpað mörgum konum hvað þetta varðar, og svo mikilvægt að konur einmitt leita sér aðstöðar. En ég held að stundum finnst mér hormónunum kennt einhvern veginn allt þegar, þú veist, ok, núna verður örugglega einhver reiður út í mig, sko, en mér, sko, eins og þetta dropp í, þú veist, vöðvamassa, rannsóknir, maður rýnir mjög mikið í rannsóknir, þá virðist það ekki vera beintengt droppi í estrogeni, heldur bara frá cirka 30 þá verður þetta dropp svona 3–5% á áratug. Þannig að, þú veist, stundum held ég að við vitum ekki alveg hvort það sé estrogeni sjálft, breytingaskeiðið sjálft, eða bara aldurinn að færast yfir og svona það sem verður þá, það verður bara, lífið verður kannski aðeins eitthvað flóknara, eða við fyrir kannski að hreyfa ykkur aðeins minna, en svo aftur, auðvitað erum að upplifa allir þessi neikvæð einkenni, það hefur klárlega áhrif, skilurðu. Þannig að, þú veist, ég held bara að við þurfum bara svo mikið að fókusa á það sem, hvað við getum gert, þú veist, hvað er í okkar höndum. Þannig að við vitum, þú veist, auðvitað er erfitt að segja ykkur að sofa meira þegar hún gengur illa að sofa, skilurðu. En þú veist, að reyna að huga að, þú veist, að næra sig vel og að halda áfram að hreyfa sig og styrkta þjálfun og allt þetta. En að því sögðu, þú veist, þá eru rannsóknir sem sýna að fyrir á breytingaskeiðinu og eftir, þú veist, þú getur byggt upp vöðvamassa til dæmis og bara með svipuðu prógrammi, sko. En það sem ég held að vandamálið sé að kannski hafa konur oft kannski það sjá meiri ávinninga þegar oft tala um þetta. Það er oft, núna er svona rifrildi lág rep versus há rep og allt þetta, og þeir eru að æfa svona þegar þú ert að breytingaskeiðinu en svona þegar þú ert yngri. Ég er ekki alveg sammála því. Þegar þú ert að byggja vöðvamassa, það sem skiptir kannski mestu máli er að effortið sé mikið, að þú eigir fá reps inni. En það má vera frá 5 repsum upp í, þú veist, 20 reps eða þú ert að byggja vöðvamassa. Það sem skiptir mestu máli... Það er ekki alltaf að vera 3–5 eins og kannski er að tala um bara. Já. Það sem, ef þú ert að byggja vöðvamassa, það sem skiptir mestu máli er að, þú veist, þetta er það erfitt og þú getur gert kannski 2 reps í viðbót. Og það er það sem held ég vanti svo mikið upp á hjá konum. Þú veist, það þori ekki að fara í þannig þyngdir sem reyna þannig á. En auðvitað ertu að reyna að fara í hámarksstyrk, þá auðvitað gildir lögmálið að þú þarft að lyfta fáum repsum meiri þyngdum, skilur það bara hvað er markmiðið hjá þér. Þannig að ég er ekki alveg sammála því að það þurfi eitthvað sérstakt prógram fyrir eitthvað sem er á breytingaskeiðinu versus í einhverjum öðrum. Það snýr bara því hvað er markmiðið þitt, hvað viltu fá út úr þessu, hver er grunnurinn þinn, hvað hefur verið að gera. Af því að þú veist, kona sem hefur lyft allt sitt líf, ég myndi láta hana kannski fá allt annað prógram heldur en einhver ung stelpa sem hefur lítið verið að lyfta og öfugt. Þannig að þetta er meiri einstaklingsmið þannig út frá bara markmiðum og slíku frekar en endilega á hvaða tímabil ertu í lífinu eða heldur ekki eitthvað sem kallaði kona. Þú veist, það er ekki fyrsta breytan, sko. Og ég veit að núna eru margir reiður um mig, sko. En það er þín skoðun, þú veist, og þú ert náttúrulega mikið búin að spá í þessu, sko.
En að því sögðu samt alltaf mjög gott það ekki fyrir, þú veist, kannski konur öllum aldri, en sérstaklega eftir fertugt að hoppa reglulega. Jú, algjörlega, Eitthvað svona en styrkja jú, beinin það náttúrulega hefur og jákvæð áhrif á beinin og allt sprengikraft, það og byggja upp sprengikraft og jú, klárlega og ég myndi alveg vilja að sjá fleiri æfa bara eins og íþróttakona eða íþróttamaður, skilurðu. En að því sögðu þá, þú veist, þú getur líka byggt upp sterk bein með því að bara stunda mjög góða styrktarþjálfun af því að þú veist, það sem ég alltaf hrædd við þegar við erum eitthvað að segja það verður að gera þetta og þetta, getur verið svo hamlandi. Þú veist, þannig að fyrir mér fyrst og fremst að finna hreyfingu sem viðkomandi hefur gaman af og vill þess vegna gera sígandi tekið, skilurðu. En að því sögðu þá myndi ég óska þess að allir myndi stunda styrktarþjálfun, skilurðu. En finniði bara, og ég held að allir myndi finnast það skemmtilegt að þið myndi gera það rétt og fá einhver aðstoð til að koma sér í stað og svona, sko. En sko, nú ég íþróttakona, ég kalla mig það, hefur verið að keppa í olympískum lyftingum og ég datt svolítið í þennan pakka að kenna hormónum svolítið allt, þú veist, að ég fór bara stand í stað. Ég var búin að æfa crossfit í, veit ekki, 15, 16, 17 ár, bara allt í lagi og svo bara gerðist eitthvað, ég bara gat ekki eftir crossfit lengur, því bara, ég veit ekki, mig grunar bara það hefur verið upphafið af þessu breytingaskeiði, líkaminn höndlaði ekki lengur þessa háu ágjöf. Og þá náttúrulega þurfti ég bara að hlusta á líkamann og skipti alveg yfir í olympíska lyftingar sem eru bara mjög rólegar, þú veist, styrktaræfingar og ég fann bara strax mun. En svo kom bara tímabil þar sem ég fann bara, ég var ekki að styrkjast, sama hvað. Ég var bara, og þá þá fann maður alltaf þess að kenna sér skilja. En það sem ég gerði þá, að ég breytti næringunni. Og þá vantaði bara kolvetni. Vá, ég elska að heyra þetta, sko. Það vantaði bara kolvetni á tankinn, skilur, og þá fór ég eftir að styrkjast. Algjörlega, já. Maður þarf svolítið svona að hlusta líkamann. Já, algjörlega. Og jú, ég veit alveg það ýmislegt sem að, þetta breytingaskeið að valda usla og allt það og ég meina, ég veit það, en það samt, eins og þú veist að segja, það fullt sem við getum gert sjálfar. Og það samt ógeðslega erfitt að segja það þegar maður veit að konur eru að upplifa, þú veist, allt þetta neikvæða sem ekki ímyndun heldur það raunverulegt, skilurðu. Og þá erfitt að vera eitthvað hérna að segja, það þarf bara að hreyfa sig meira og borða betur, þú veist. Þetta auðvitað ógeðslega flókið og erfitt að, þú veist, en þú veist, leita sér aðstoðar varðandi þessi neikvæða einkenni og svo reyna að huga því að byggja sig vel upp, þú veist. Já, en þú veist, að því sögðu þá þú veist, breytingaskeiðið sjálft að hafa ákveðin áhrif. Við vitum það virðist hafa neikvæð áhrif á hjarta- og æðakerfið til dæmis, þú veist, þannig að það eitthvað sem við verðum að hafa í huga, þú veist. Karlmenn eru í meiri hættu á hjarta- og æðasjúkdómum fyrir breytingaskeiðið svo svitsasta virðist vera í ákveðnum rannsóknum eftir það. Þannig að, en þú veist, þá hugsaðu, ok, þú veist, líklegast það estrogen þarna, en þú veist, hvað getum við samt gert til þess að hafa jákvæð áhrif á hjarta- og æðakerfið? Þú veist, það að hreyfa okkur, byggja upp mikinn vöðvamassa sem hefur jákvæð áhrif á efnaskiptin okkar, bara þolþjálfun líka, þú veist, auðvitað styrktarþjálfun fyrir vöðvamassan og styrkinn, en næringin hefur líka mikið að segja þarna bara, þú veist, allir þessir þættir, þú veist, þetta kemur einhvern veginn alltaf niður á það sama. Þú veist, hreyfing, næring og hugsa vel sig, auðvitað streitustjórnun, svefn og allt þetta, sko. Þannig að þú veist, jú, breytingaskeiðið hefur klárlega bein áhrif á ákveðna þætti, þú veist, ég held að það hafi ekki þessi miklu áhrif á suma hluti sem aftur tala eins og efnaskiptin okkar. Það eru rannsóknir núna á samfélagsmiðlum sem rosa mikið verið að henda út og tala bara efnaskiptin hrynja við breytingaskeiðið, en það virðist þegar svo kafa djúpt og í þessar rannsóknir þá virðist það frekar vera beintengt vöðvamassanum okkar frekar en því að estrogen sé að droppa. Hann hefur svo, það lækkar grunnbrennslan okkar. Já, þannig að þú veist, aftur þá getum við haft áhrif á það með því að stunda styrktarþjálfun og byggja upp vöðvamassan sem dæmi. Og næra okkur nógu vel. Næra okkur nógu vel, nákvæmlega og huga að næringunni, skilur við. Þannig að, en auðvitað vitum við, svo ég gefi því líka gaum að þú veist, það verður á breytingaskeiðinu breyting í, sko ekki beint í líkamssamsetningu, heldur fitusöfnun á kviðinum. Og það eitthvað sem bara, við höfum eiginlega ekki alveg skýring á af hverju það gerist. Þú veist, estrogen að valda þessu, þú veist, eða droppi því. En það allavega eitthvað sem virðist bara, það vera frekar breytingaskeiði heldur en eitthvað aldurinn að færast yfir. Þannig að, þú veist, að konur séu upplegað þetta, þær séu, þú veist, að þetta sé að gerast fyrir þær og þær eru þreyttar og allt þetta
er ekki í hausnum á þeim, skilurðu. Sannarlega ekki. Þannig að þú veist, já, skilurðu, þannig að þetta er ógeðslega flókið, en ég held við þurfum bara að vera svolítið svona var við okkur að, þú veist, kannski þetta ekki alltaf bara hormónin, kannski þetta líka bara aldrinum, það sem gerist með aldrinum og það sem við höfum þá allavega tækifæri til þess að breyta hjá okkur sem gerist með aldrinum, skilurðu. Þannig að þetta er svolítið svona... Og svo líka bara, þú veist, það sýnir sér mildi, því þá minnkar streitan. 100%. Þú veist, ég gleymi því ekki, því ég fór fyrsta skipti til kvensjúkdómalæknis til þess að ræða þetta. Ég sagði bara, ég er að gera allt sama áður en samt tengist. Hún bara, þú ert að gera allt sama áður en líkaminn er að breytast, þannig að nú getur ekki lengur gert sama áður. Og þá fekk ég bara pínu sjokk. Þannig að þú meinar. Algjörlega. Þannig að maður þarf því miður að breyta ýmsu og hegðun og venjum eftir því sem maður eldist. Algjörlega. Ég held líka bara, þú veist, á einhverjum tímapunkti þá bara er komið nóg af allir þessi streitur, skilur, og þú veist, ef hún byrjar þegar þú ert yngri, þú veist, æskilur með, þú ert orðin 30 ára kannski, þá bara brennir út þá að þú ert búin að vera í þessu ástandi svona lengi. Þannig ég held að sé bara, ótrúlega mikið af konum sem mætti taka þetta til sín að svona gefa eitthvað smá upp á bátinn og þurfa ekki að vera fullkomnar á öllum sviðum, að það myndi hjálpa alveg mörgum, sko, og ég held að margir viti þetta, að það bara erfiðar að fylgja því eftir, sko. Já. En mér finnst líka áhugavert, einhvers staðar las ég að sko konur eru með lífeðlisfræðilega kosti við álag og endurheimt. Já. Hvernig þá? Já, sko, konur, þú ert örugglega vísi í það að konur eru svona að meðaltali og þá erum við að tala konur sem eru semst óþjálfar konur versus kalla eru með aðeins örlítið að meðaltali hærra hlutfall hægra vöðvaþráða. Já. Og kallar aðeins hærra hlutfall hraðra eða típu 2 vöðvaþráða. Og þú veist, svona í grunninn, þú veist, típu 1, þeir sem eru með hátt hlutfall típu 1, þeir eru meira svona þessar þoltýpur, að meðan típa 2 eru meira svona þessar sprengikraftshröðu týpur, þannig að við erum að tala kannski maraþonhlauparann versus spretthlauparann í mjög einföldu máli. Þannig að þú veist, þetta hefur samt svolítið verið svona einhvern veginn blásið upp af því að svo er mikill breytileiki innan þessara hópa, skilurðu. Þannig að, og svo þegar við æfum, að þá verður þetta, þú veist, aðlögust við þeirri þjálfun. Þannig að þú veist, þá breytast hlutföllin eftir því, þú veist, eitthvað sem hefur stundað sprettþjálfun alla sinni ævi, hann verður þá líklegast meiri með hærra hlutfall típu 2. Þannig að við getum séð konu sem er bara með hátt hlutfall típu 2 og kall sem er hátt hlutfall típu 1, skilurðu. En svona í grunninn þá er þetta alveg sérstaklega í rannsóknum að konur virðast vera aðeins meira þannig típa 1 og það er svona þessi þoltýpa sem á þá auðveldara með að þola álag, endurheimta hraðar og svo framvegis. En svo þú veist, svona tekið og einhvern veginn hent út í kosmosið eins og allar konur séu þarna, skilurðu. Og það er það sem ég nefndi inn í byrjun, hvað mér finnst stundum pirrandi að einhvern veginn vera yfirfæra eitthvað yfir alla og svo bara komnar eitthvað svakalegar ráðleggingar þessu tengt. En konur eru alls konar. En konur eru alls konar, nákvæmlega. Þannig að þú veist, þetta er bara svona, já, en þú veist, það er svona áhugaverðar rannsóknir eins og innan fótboltans sem svona, þú veist, sýna mögulega að þola fótboltakonur að hafa lefuleiknin aðeins meira álag. Og við erum að sjá þetta svona áhugavert í einhverjum eins og svona í rosalega svona ultrahlaupum eins og konur séu, þú veist, að nálgast kallana eða eins og sé eitthvað hann á bakvið þetta sem er bara mjög spennandi að fylgjast með því við erum ekkert alveg með svarið, sko. En ég held við þurfum alltaf að hafa bakvið eyrað að konur eru alls konar. Já. Þannig að svona, við getum ekki sett út eitthvað svona blank statement, þú veist. En ég hef líka tekið eftir því nú er ég búin að æfa, þú veist, crossfit og lyftingar svolítið lengi að konur, allavega allar í kringum mig, geta lyft, hvernig ég orði þetta, nær hámarksþyngdinni sinni, oftar. Já. Veistu hvað ég við? Já, en segjum bara ég í 100 kg hnippu, þá get ég kannski gert 95 kg 5 sinnum, auðveldara en einhver maður sem getur 95% af sínu maxi, eða skilur. Og þetta er, þú veist, það er alveg einhverjir rannsóknir sem styður þetta og svo bara hefur maður líka bara heyrt, þú veist, bara þjálfara alveg tala þetta. Þú veist, þannig að það er alveg klárlega eitthvað annað á bakvið þetta, en þú veist, það er samt einhvern veginn svona
þú veist, þegar við tölum bara svona, já, bara rannsóknir í heildina og svona ráðleggingar beint, þá þetta einhvern veginn ekki eitthvað sem svona algjörlega skýrt. Já, ekki eitt aðhæfa. Nei, en þú veist, mér finnst þetta samt mjög áhugavert, sko. Og það svona held ég, þú veist, að þú veist, þetta samt kemur alltaf niður bara einstaklingsmiðinni. Kannski ertu með aðila sem bara, þú veist, þú ert farin að þekkja þennan einstakling sem þú ert að þjálfa og hún þarf bara minni pásu heldur en næsta einstaklingur og kannski það kall, en kannski það líka einhver kona sem bara ekki mjög góð endurheimt, skilurðu. En þetta samt, mér finnst þetta mjög áhugavert og ég vil tekið eftir þessu líka, en ég svona, já, fer hægt í það að, þú veist, alhæfa konur versus kallar alveg strax þarna, sko, en þetta klárlega eitthvað sem hefur alveg verið svona nefnt, sko. En þú ert mikið bara að nefna rannsóknir. En svo líka alveg bara staðrænd að rannsóknir á konum eru bara af skornum skammti. Já, sko, þetta ég átti að fá svo marga á móti mér, sko. Nei, sko, þú veist, ok, það klárlega, þú veist, þegar við skoðum. Það bara jákvætt fólk sem hlustar á. Já, skoðum bara rannsóknir sem eru framkvæmdar bara á konum, þá eru þær klárlega af skornum skammti. Svona talaðum svona 6–13% af heildarrannsóknum. Wow. En þegar við skoðum bara rannsóknir á konum af heildinni, þú veist það sem konur eru kannski inn í þessar rannsókn kallar líka, þá þær, þú veist, þá það að hækka með árunum og kannski 44–45%. Og sko nýlega svona samantekta rannsókn sem var gefin út, þú veist, það var margar milljónir af konum sem voru rannsakar, sem tóku, þú veist, voru inn í þeirri púlju, skilurðu. Þannig að vandamálið ekki það að konur hafa aldrei verið rannsakar eða vantar bara ótrúlega mikið af rannsóknum á þeim. Það ekki alveg rétt, en staðreyndin hins vegar sú að ákveðin topic þurfa miklu meiri áherslu. Eins og hvaða? Þú veist, bara eins og, þú veist, ok, það vantar á upp á gæði rannsóknar, hvað var það tíðarhringinn, 100%. Þú veist, grindabotnin, breytingaskeiði, við þurfum klárlega meira þar varðandi ákveðna þætti. Og endometriósa, PMOS eins og það heitir í dag. Þú veist, þetta allt bara þessi sérkennikvenna þar sem við, þú veist, viljum vita meira og eins og ungar íþróttakonur. Eins og innan fótboltans þá bara vantar ótrúlega mikið þar, miklu meira á köllunum eða strákunum. Þannig að svona í heildina þegar við talum bara svona almenna hluti tengt hreyfingu, það tilfyllt af rannsóknum á konum, en það fer eftir hvaða topic við erum að tala og þar, þú veist, það klárlega vantar á mörgum sviðum, skilurðu. Þannig það svolítið svona oft þess að henda út, bara það vantar ógeðslega mikið rannsóknum, eins og samfélagsmiðlum, það þessi oft út og oft á þetta við rök að styðjast en ekki alltaf. En það sem mér finnst eiginlega ekki gott við það að oft kemur svo í kjölfarið, þá áttu ekki að fylgja því sem gert fyrir kalla, því allar rannsóknir eru til bara á köllum en ekki konum, en þóttu í staðinn að gera þetta. Já, bara einhver ráðlegging út í bláinn. Já, bara einhverjar ráðleggingar sem viðkomandi, þú veist, og kannski vísar eitthvað smá, eða vísar í rannsóknir sem gerðar á músum eða rottum, þú veist, eða eitthvað svona mechanistic data sem þú veist, ekki langtíma, skilurðu. Þannig að ég held, þú veist, mitt point bara það að við þurfum bara að vera svolítið var okkur með allt efni sem við sjáum samfélagsmiðlum. Það alveg til gott efni, en svo bara rosa mikið líka. Og jafnvel þó að sé sagt hérna þetta þú veist, vísa í þess og þessa rannsókn, oftur rannsóknir heldur ekki eins og góðar, skilurðu. Nei. Þetta bara mjög erfitt hérna landslag. En heldur að aðal ástæðan fyrir því að, þú veist, rannsóknir eru miklu ofta gerðar á köllum en konum, eru bara að lífeðlisfræðin þeirra einfaldari en okkar. Okkar svo flóknari. Já, ég held að það sé stór partur af því, mögulega líka, þú veist, það var þannig, sko, og svo líka kannski bara áhugi, þú veist, á einhverjum tímapunkti. Nei, meira bara vilja við, þú veist, núna ég bara að tala með það sem ég að pæla, sko. Meira áhuga að vita meira þá kalla, þú veist, en jú, ég held að sé meira það að það bara einfaldara og var einfaldara að framkoma rannsóknir á köllum en konum. Þannig að það hafi verið ástæðan, sko. Líka þegar þú ert að segja þetta að jafnast. Já. En já. En aftur vantar fullt af topikum sem okkur vantar að vita miklu meira og vantar miklu meiri bara áherslu á og þú veist, já. Veistu eitthvað þetta núna stöðuna í heiminum? Verið að gera einhverja svona rannsóknir?
Hvernig rannsóknir? Bara allt þetta þessi topic sem þú veist að segja á hana vantaði þú veist. Já, sko ég sé mjög mikið bara eins og innan fótboltans, þú veist, það er bara gífurleg áhersla á konur og kvenheilsu. Okay. Það er bara verið að setja mjög mikið í það og mér finnst ég sjá það líka á öðrum, þú veist, í öðrum íþróttum og svona og bara svona í heilsu almennt, þannig að það er klárlega verið að pússa, en svo eru þetta líka smá svona, þú veist, ég veit kannski ekki alveg 100% algjörlega það, en þú veist, eins og í Bandaríkjunum með því sem hefur verið að gerast, þú veist, það hefur verið að skerða fjármagn í ákveðnar rannsóknir, þú veist, og eitthvað svona og sem hallar á konur. Þannig að þú veist, það bakslag líka kannski að ákveðnu leyti eitthvað svoleiðis. En mér finnst vera mjög jákvæð þróun að þessu leyti, bara núna nýlega, sko. En eins og þú veist, þú nefndir til dæmis grindabotnin. Hvað finnst þér vanta þá að rannsaka? Er þetta, þú veist, þegar konur koma tilbaka eftir að hafa átt börn og koma aftur í íþróttir eða er þetta bara almennt? Ég held sko fyrsta lagi bara algengið, þú veist, jú það er alveg til samantektar rannsóknir og það er alveg til einhverjar rannsóknir þar og eins og hjá ungum íþróttakonum að því að segir koma tilbaka eftir barnsburð að þú veist, það er bara hátt hlutfall ungra íþróttakvenna sem upplifa einhver neikvæð einkenni tengd grindabotninum. Þannig að þú veist, það var að koma út rannsókn í ágúst 2026 frá Írlandi sem sýndi að 50%, þetta var 15 til 20 ára elít íþróttakonur í mismunandi íþróttum, helmingurinn af þeim upplifa einhver neikvæð einkenni tengd grindabotninum. Og við vitum að þetta er oft tengt, þú veist, tegund hreyfingarnar, eins og það sem er mikið af ákveðum hoppum eða eitthvað svoleiðis, það getur aukið einkenni, en svo getur þetta líka verið, þú veist, í greininni það voru svona teknir nokkru punktar, mögulega þetta tengt, þú veist, reds eða, þú veist, ekki að borða nóg, já, það var svona, þú veist, það helsta. Getur þú veist dæmi einkenni sem að... Þvagleiki, svona skyndileg þörf, þannig að, já. Já, maður hefur þetta. Já, þannig að þú veist, það er svo mikill misskilningur til dæmis að þetta sé bara hjá konum á meðgöngu eða eftir meðgöngu og svo þú veist þegar verða eldri. Já, það byrja bara strax að já, af því að svo getur þetta líka ekki bara verið það að grindabotnin sé veikur heldur mögulega en bara of virkur, þú veist. Þannig að, já, ég held þú veist eins og Íslandi, ég allavega veit ekki rannsóknir hjá ungum íþróttakonum, en það var, ég man ekki hvað hann heitir, og hún er alveg hræðilegt að ég menn ekki hvað hann heitir. Kvenheilsusjúkraþjálfari? Já. Þorgerður? Já, akkurat. Hún er doktor í þessu og hefur verið að skoða þetta í Íslandi. Hún kom hérna í viðtalið mitt. Já, ok, geggjað. En þannig að þú veist, já, það væri bara gott að vita meira stöðuna hérna heima, sko. Að maður gerir ráð fyrir að þú veist, þetta er svipað í þessum rannsóknum sem við sjáum. En líka kannski erfitt að rannsaka á Íslandi, við erum svo fá. Já, en bara að vita samt stöðuna, það gefur okkur, en stundum er smæðin sem hjálpar okkur, þú veist, þá nálgast þátttakendur, sko. En þú veist, þá held ég líka bara fræðslan, skilurðu, og þá að viðkomandi geti leita sér aðstoðar ef hann þarf, af því að þetta getur einn partur eða einn áhrifaþáttur á brottfall, þú veist, í íþróttum. Ásamt með mörgum öðrum, þú veist, þannig að já, bara sem dæmi, sko. En finnst þér, sko, mér finnst svo áhugavert, ég horfði eitt vídeo, skert tiltæk orka í íþróttum, áhrif á frammistöðu og heilsu. Við erum kannski aðeins búin að snerta á þetta. En hvað ef við förum bara aðeins inn á næringuna, að þú ert aðeins búin að tala um þú veist að líkaminn breytist og stelpur oft bara halda að það sé að þyngjast skilur að því það eru að borða mikið og það er oft fara þær bara að borða minna af því samfélagi segir manni að maður eigi að líta út á ákveðin hátt sem er svo sorglegt. Hvað getur þú sagt um þetta, áhrif á frammistöðu og heilsu? Já, náttúrulega sko kannski byrja að segja að þú veist þetta er ekki alltaf, þetta vandamál er ekki alltaf tilkomið af því að viðkomandi er viljandi að borða of lítið, þú veist, oft er það bara, þú veist, íþróttastelpur og konur að hreyfa sig mjög mikið og átta sig í raun og veru ekki á að það er þyrft að borða meira, þú veist, það er oft bara vandamál. Mjög algengt, held ég. Þannig að þú veist, þess vegna er svo mikilvægt bara að tala um það og tala upp næringu og allt þetta, tala upp kolvetni líka, en þú veist, auðvitað bara það að borða ekki nóg til lengri tíma með að við hversu mikið maður hreyfir sig getur auðvitað haft
margþætt neikvæð áhrif og þú veist, fyrir íþróttastelpurnar sjálfar, þú veist, að vita hversu miklu máli það skiptir upp á bara frammistöðu, en þetta auðvitað ekki bara frammistöðu eða meiðslatengt, af því að þetta getur líka haft neikvæð áhrif á, eða þú veist, líkur á meiðslum, auðvitað líka bara öll heilsan okkar, þú veist, eins og tíðringin, líkamann fer bara að spara hvað varðar önnur kerfi líkamanns þegar hann fær ekki næga orku, þannig að þetta getur, og auðvitað beinheilsan eins og við talaðum, þú veist, þetta getur haft svo margþætt neikvæð áhrif. Keðjuverkandi bara. Já, og bara, þú veist, andlega líka. Þannig að RED er auðvitað topic sem er mjög mikilvægt að fólk sem með þetta Relative Energy Deficiency in Sport. Þannig að, en ég er auðvitað ekki næringarfræðingur, ekki sérfræðingur þarna, en Agnes er náttúrulega geggja sem tók þetta. Bara hvetja fólk til þess að horfa á allir þessi myndbönd, sko. Þetta er, ég er ekki búin að horfa á öll, en ég er búin að horfa á nokkur. En þetta er sko, ég man ekki eins og hvað er þetta var, hormóna og kvenheilsa, næring og líkamssamsetning, álag og meiðsli, meðgang og endurkoma eftir fæðingu, svefn og andleg heilsa og ég veit ekki hvort ég gleyma einhverju. Nei, og svo er bara fullt af mismunandi topikum undir þessu, sko. Já, svo við fengum til dæmis Spugl með einhverju lið sem er með fræðsluðana bara átraskanir í íþróttum, bara ótrúlega ánægð að fengi þau með okkur í þetta. Og já, bara fleiri og, eða þú veist, já, það eru bara, hvað er 13 topic en fleiri. Já, þannig að það er fullt af einhverju efni þarna. Já, ekki smá flott. Ég las einhvers staðar sagðiru að þér þykir flókið og áhugavert að þjálfa konur. Já. Að því nú hefur þjálfað bæði karla konur. Já. Af hverju er það? Hver er munur, þú veist, fyrir þig, persónulega? Já, einmitt, sko, mér finnst mjög erfitt að segja, því mér finnst það alltaf bara mjög mismunandi eftir, þú veist, hvaða hóp af konum ég er að þjálfa og hvaða hóp af körlum, þú veist. Það er ekki sama að vera með yngri og eldri og afreks versus ekki og þannig að en mér finnst kannski með stelpunar það er svona vilja vita hlutina miklu skýrar, þú veist, það þarf alltaf að vera miklu skýrara fyrir þeim, bara hvað ég að fara að gera, af hverju og svona, mér finnst það mjög svona, þú veist, að meðan strákarnir eru bara einhvern veginn, já, bara ég geri bara þetta og svona minna einhvern veginn að pæli þannig, ekki pæli, heldur bara svona, já, það er alltaf rosa skýrt oft hjá stelpunum, sko, svona skipulag og þannig, en auðvitað mismunandi á milli stúlkna og kvenna. Nákvæmlega. En ég með 2 spurningar viðbót. Hvernig fer árangur og heilsa saman? Heilsa þá bara almenn heilsa. Þú náttúrulega bara heilsa er náttúrulega margþætt. Ég get bara byrja bara á fyrsta spurningunni sem er hvað er heilsa fyrir þér? Oh my god. Og svo getum við farið hérna. Ég gleymdi að pæla í þessu áður en kom. Fyrir mér er heilsa bara einhvers konar jafnvægi á milli, þú veist, allar þessar þátta sem hafa áhrif á heildarheilsuna. Þú veist, ég veit ekki, ég er bara svona, þú getur verið með svo mikinn fókus á, þú veist, til dæmis að hafa matræði 100%, en þá mun það mögulega hafa áhrif á, þú veist, félagslega heilsuna þína því þú neitaðir að fara út að borða eða, þú veist, sama með hreyfinguna, þú veist, ef það er bara eina sem gengur fyrir og þú þarft alltaf að vakna klukkan 6 til þess að fara í ræktina og þá kannski leyfir þér ekki að fara og hitta vinniðinn kvöldi, eða þú veist, þetta er svona einhvern veginn að finna þetta balans en samt einhvern veginn halda þér við efnið á öllum sviðum. Mér finnst þetta mjög erfitt að svara þessu, sko, en það er það sem ég hef fundið, því ég hef alveg verið bara manísk á, þú veist, hvað var að hreyfingu til dæmis eða eitthvað svona, en þá bara, þú veist, fær eitthvað annað að, þú veist, lúta. Þannig að þetta skiptir svo miklu máli að finna þetta jafnvægi, sko. Og hvernig hugsaðu heilsuna í dag? Ég hef einhvern veginn þurft bara einhvern veginn að taka, hvað segir maður, taka pressuna af mér einhvern veginn og leyfa mér einhvern veginn að vera, hvað maður segja, bara svona ófullkomin og ekki 100%. Þú veist, ég er ekki að ná að hreyfa mig jafn oft og ég var vön eftir að eignast börnin mín og það var alveg erfitt fyrst en núna er ég bara sátt við það. Af því að mig langar frekar að, þú veist, vera meira með þeim, skilurðu, og þú veist, en samt finnst mér ótrúlega mikilvægt að ná að fara og hreyfa mig og ég geri það alveg, þú veist, alveg 5-6 sinnum í viku en ég er kannski í hálftíma í staðan fyrir að vera 1,5 tíma, skilurðu. Og saman með næringuna, þú veist, mér langar að geta fengið mér kannski ís með krökkunum, þú veist, í staðan fyrir að sleppa því alltaf, eða skilurðu. Þetta er bara einhvern veginn, já, og það eignast börn einhvern veginn, ég held að það hjálpa manni oft með þetta, einhvern veginn að breyta svolítið viðhorfinu gagnvart þessum hlutum og leyfa mann að vera einhvern veginn ekki
svona, þurfa ekki að vera fullkomin hvað þetta varðar. Býtu bara þannig til að fara að koma með allt heim úr heimilisfræði. Oh my god. Já, ég býð spennt. Ég er alltaf að vona að heimilisfræði kennir að fara nú að reyna að baka eitthvað aðeins hollara. Já, oh my god, nákvæmlega. En ef við endum þá bara á þessu, þú veist, hvernig geta núna bæði karlar og konur, því ég vona nú að það sé líka einhverjir strákar og kallar að hlusta þó sem búin að tala mest konur. Þú veist, hvernig getum við hámarka árangur okkar sem íþróttafólk en samt hugsaðum heilsuna? Þetta svo stór spurning, sko. Ég held, sko, fyrir ungt íþróttafólk, það vill alltaf gera meira og meira og meira. Þannig að það sem mér finnst, ég ræði oft við þú veist, þetta jafnvægi á milli álags og endurheimtar. Þannig að, þú veist, álagið því þú veist, jú, við leggjum mikið á okkur þegar við erum á æfingu, en meira ekki alltaf betra. Þannig að, þú veist, hinn póllinn þú veist, endurheimtin og hvað fellir undir endurheimtina, það það sem raunverulega í höndum íþróttamannsins, þú veist, að miklu leyti, að hugsa næringuna sína, að hugsa svefninn sinn og ég tek alltaf líka, þú veist, bara streitustjórnunina inn í því, þú veist, að því það svo margt sem safnast upp, þú veist, mikið að gera í skólanum eða ég hætta með kæristu eða mamma, pabbi, eitthvað, þú veist, að einhvern veginn að geta tekið það inn í heildarmyndina því það hefur líka áhrif á íþróttina okkar og þá að láta þjálfarann vita ef að það eitthvað svoleiðis í gangi og þá kannski hægt að minnka álagið á móti því þú veist, þetta einhvern veginn það þarf að finna þetta jafnvægi á milli og að ungt íþróttafólk viti að meira ekki alltaf betra. Mér finnst það ótrúlega mikilvægt en þá koma þjálfarar og foreldrar líka en þeir þurfa svolítið að hafa áttu vit fyrir krökkunum, sko. Já. En þá líka kannski svolítið maður að sjá að margir æfa með mörgum flokkum. Það ekki gott. Já, sko, þetta svo erfið umræða, sko. Þú veist, við viljum líka að börn sem börn stundi fjölþætta hreyfingu, margar íþróttir, en þá aftur þurfum við að hugsa álagið. Þannig að þú ert komin á svona kynþroska skeiðið, að þá bara álagsstýring gríðarlega mikilvæg af því að við ræddum það til dæmis ekki áðan en þá verður aukning í meiðslum svona þessum vaxtartengdu verkjum, þú veist, af því að krakkar að vaxa svo hratt og getur haft þessi áhrif. Þannig að álagið skiptir ótrúlega miklu máli, þannig að þú veist, ég myndi, þú veist, þarna koma þjálfarinn inn í en líka skipulag innan, þú veist, klubbana eða íþróttafélagana og já, að sé verið að dreifa álaginu rétt og ég myndi helst vilja, þú veist, að krakkar séu ekki að æfa með mörgum flokkum heldur bara með verkefni við hæfi. Þú veist, það alveg hægt að vera kannski að flakka eitthvað á milli en þá þarf bara skipulagið að vera mjög gott. Sama að verða ennþá í handbolta og fótbolta eða hvað það að það sé verið að tala saman þarna á milli, sko, sem því miður ekki alltaf raunin. Sérstaklega það eru kannski mjög ólíkar íþróttir líka. Akkurat, og ekki innan sama félagsins, þú veist, þá verður þetta ennþá erfiðara, sko. Þannig að þetta getur orðið mjög flókið, sko. Þannig að foreldrarnir þurfa svolítið að vera líka meðvitaðir þarna, sko. Já. Er eitthvað sem ég að gleyma að spyrja? Þetta svo rosalega stórt verkefni og þetta mjög viðfæmt. Mér langaði kannski bara að nefna þarna varðandi íþróttavikuna og verkefni sem ég að taka að mér. En ég fyrir hönd þá okkar hérna á Íslandi í verkefni með Evrópuráðinu og Evrópusambandinu. Það sem hefur verið svolítið að taka út bara hvað verið að gera fyrir konur í íþróttum og hvernig fræðsla innan landana og þjónusta við konurnar og svo framvegis og svo verið að búa til fræðslu og eitthvað út frá þessu og í september þá verður íþróttavika Evrópu, Be Active. Og þar verður áhersla á konur og stelpur í íþróttum og þetta svona í gegnum svona þetta lífsskeið. Þannig að það verður, við höfum eftir að auglýsa en ég vona að fólk muni bara fylgjast með og vera duglegt að taka þátt og það verður viðburðir þar sem við ætlum að reyna að fá saman bara stjórnendur líka og þá þjálfara á einhverja svona aðala til þess að ræða þessa hluti og hvað við getum gert kannski til þess að já, þú veist, þótt það sé margt vel gert hérna heima þá er alveg rými til bætinga. Já, eitthvað svona sérstu sem þú sér bara strax sem var hægt að gera?
Sko, ég veit ekki hvað ég má segja mikið en það var til dæmis UMFI var að gera rannsókn og fórum allt landið og þar virðist koma úr þeirri rannsókn að það halli á stelpur hvað varðar bara, þú veist, æfingatíma eða gæði þjálfunar eða eitthvað slíkt. Ég kannski ekki manneskjan til þess að tala eitthvað meira það og það ekki orðið opinbert en verður opinbert bara í þessari viku. Þannig að ég held, þú veist, við stöndum framar mörgum þjóðum en það sem við getum allan að gert kannski að bæta svolítið í bara einmitt þekkingu og fræðslu hjá íþróttaklúbunum, hjá þjálfurum og bara öllum þeim sem koma að konum af því að það fullt af þáttum sem getum gert þess að styðja betur við konur sem við kannski erum ekki að gera núna og við höfum ekki talað meðgöngu endur koma eftir fæðingu og allt það mikið en þú veist, þar til dæmis eitthvað sem við getum alveg stutt betur við held ég. Já, það eru myndbönd inn á það. Akkurat, algjörlega. En svo líka kannski langar mér bara að koma að í lokin að þú veist, þú getur verið íþróttakona alveg langt fram eftir. Oh my god, það er svo satt. Það er svo gaman, þú veist, að þið konur og íþróttir, mér fannst fyrst að það var erfitt að segja ég er íþróttakona. En ég minna, svo er ég farin að keppa aftur, þannig að þá er maður náttúrulega íþróttakona. Það sem er ógeðslega gaman. Og það magnaðast að þegar maður fer á svona mót eins og ég er að fara á, þá er ég sko í alvörinu bara svo ungur úrlingur. Að því elstu hóparnir eru 80 ára, 85 ára. Geggjað, já. Svona mastersmót, veist það, ég er í 45 ára flokknum, ég er bara einhver úrlingur annars. Já, það er bara geðveikt skilaboð út í hvað sem maður segir, sko. Já, og það er svo gaman að hafa svona fyrirmyndir. Þetta er ekkert búið, sko. Nákvæmlega, algjörlega. Heyrðu, bara takk Lára fyrir að gefa þér tíma í þessu geggja veðri loksins þegar það kom. Já, bara takk hérlega fyrir mig. Og gangið rosa vel með doktorsnámið þitt og doktorsverkefnið áfram. Takk fyrir. Hlökkum til að fylgjast með þér. Og þið er kannski á Instagram, hvað heitið það? Já, konur í íþróttum. Konur í íþróttum? Já. Það ætti bara... Ég skal setja það með bara undir vídeóinu, þá geta allir fundið þetta. Og ru.is/konur. Þar eru öll myndböndin. Já. Æðislegt. Bara takk fyrir. Takk samleiðis. Ef þér finnst þessi þáttur áhugaverður, þá bíða þín 170 aðrir þættir í hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Og kannski er einhver þeir nákvæmlega það sem þú þarft að heyra í dag. Þannig ég hvet þig til að fara aðeins aftur í tíman og skoða þáttalistan og finna þér þátt eða þætti sem að vekja áhuga. Og svo bara koma hérna aftur í þar næstu viku þegar það kemur í nýtt viðtal. Því við eigum ennþá fullt af samtölum eftir. Takk fyrir að hlusta og takk fyrir að vera með mér í þessu ferðalagi.